Jæja, við sjá hvort að þetta gangi núna. Nú. Við skulum fara í gegnum fræðin hreinlega með því að skoða dæmi. Lesi bara vandlega yfir klósettar og ég reyni að tengja þetta í gegnum dæmi. Við skulum kannski hafa þetta dæmi hérna hjá okkur. Nú, til að byrja með, við lítum á A-liðinn, að þá er spurt hvort það gefi fall. Það sé lausn á gefinni deildarjöfnu. Og samkvæmt skilgreiningu þá er fall lausn á deildarjöfnu ef það uppfyllir deildarjöfnuna. Svoleiðis að hér höfum við phi af x er rótin af x mínus 1 og hér er gefið að x verður að stærri en 1 og getur svo sem teikna upp þetta fall. Sjá hvernig það lítur út. Og við höfum hér láréttan x-ás eða t-ás stundum. Og ef að við byrjum hérna, x má ekki vera 1, þá er þetta rótafallið. Þetta er þá ferill phi. Svona. Til þess að athuga hvort þetta er í alvörunni lausn á deildarjöfnunni, þá deildum við og deildum þá fallið phi með tiltil x og þau deildum rótafall, þá fáum við 1 á móti 2 sinnum rótin af x mínus 1 og svo þurfum við að deilda einrafallið. Við getum skrifað það svo sem dx af x mínus 1. Þetta verður þá 1 á móti 2 sinnum rótin af x mínus 1 sinnum 1. Þá sjáum við að þetta sem hér stendur, rótin af x mínus 1, er ekkert annað heldur en fallið sem hann gefið. Þannig að við getum skrifað þetta aftur. Phi merkt og sleppi í x-onum. Phi merkt er 1 á móti 2 sinnum phi. Og ef við umritum, þá sjáum við að 2 sinnum phi merkt er 1. En þetta er nákvæmlega formið sem við vildum sjá að væri uppfyllt. Hérna. Það er að segja, ef að við setjum nú epsilon þarna inn í staðinn fyrir phi, þá er deildarjöfnan uppfyllt. En þetta þýðir þá ekkert annað heldur en það að þetta fall phi uppfyllir deildarjöfnuna. Þá séum við þar sem fallið epsilon og phi af x uppfyllir deildarjöfnuna 2 í merkt 1, þá er phi af x, og skrifa núna formúluna, lausn á deildarjöfnunni. Svona. Þá höfum við minnstakosti tekist á við eina af þeim spurningur sem að maður endar nú yfirleitt á þegar maður hefur reiknað eitthvað út og fundið út af eitthvað fall sem hugsanlega lausn, að þá stingur maður því inn í gefna deildarjöfnu og ef að fallið uppfyllir deildarjöfnuna þá er það lausn. Auðvitað er þetta ekki eina lausnin. Það koma margar þarna til greina og ef að phi hefði verið rótin af x mínus 2 undir rót, þá höfum við fengið nákvæmlega sem er deildarjöfn út af því. Það sem að fyrstu vikurnar þessu námskeiði snúast er að leysa deildarjöfnur á þessu formi hér. Merkt er einhver formúla sem inniheldur bæði x og óþekkta fallið í og lítum alltaf svo á að epsilon sé fall af x. Þannig við erum að leita að raungildum föllum.
Epsilon er raungilt fall af einni breytu. En afleiðujafnan, þessi hérna, afleiðan getur verið fall af lausninni sjálfri og óháðu breytinu x. Við skulum skoða fyrsta einfalda tilviki sem við þekkjum deildarjöfnur og það er þegar epsilon merkt afleiðan er eingöngu fall af x. Og þá er þetta ekkert annað heldur en það sem við lærðum bara áður, að við heildum begge vegna jafnaðarmerkisins og fáum hreinlega að epsilon er ekkert annað heldur en stofnfall þessa x. Svona, ekki bara hvaða stofnfall sem vera skal, við bætum svo hérna heilduna fasta við. Þessi ferill er lausnarferill og þá getum við lyft honum upp hæðina C og svona fjölskyldu lausnarferlum sem allir halla eins í sérhverjum punkti. Þetta er epsilon merkt hallin, epsilon merkt í þessu punkti hér. Dæmi þetta getur við dæmis tekið ef epsilon merkt er sinus af x. Hvað er það epsilon? Og við segjum þá epsilon er stofnfall sinus af x í x og svo reiknum við því og fáum mínus cosinus af x pluss einhver fast. Til viðbótar þessu hefur nú verið gefið að hallin og einhverju falli sem við leita að er alltaf sinus, hann breytist eins og sinus og svo segjum við að lausnarferillinn uppfyllir líka að við setjum 0 inn í formúluna fyrir epsilon sem við erum að leita að það fáum við 1. Þá getum við fundið út þennan óákvarðaða fasta. Næst myndum við þá segja þetta er epsilon. Núna bæta við x-inu, epsilon er fall af x. Þetta var í það sem við sögðum almenn lausn. En sérlausnin sem liggur í gegnum ef að c er 0 þá höfum við cosinus, þetta er mínus cosinus, þannig að hann speglast. Þannig að þetta er svona. Cosinus sveifla. Þetta er það mínus cosinus og hérna við lyftum hann upp. Og þetta mínus cosinus pluss eitthvað, kannski 1 og svo framvegis. Og við höfum að finna akkurat þennan sem er þannig að við setjum 0 inn í formúluna þá fáum við 1 og skulum þá finna C og setjum 0 inn, það gefur það 1 og setjum líka 0 inn í formúluna, mínus cosinus af x og C tekið í x jöfn 0 og þá fáum við mínus cosinus af 0 pluss fasti. Og cosinus af 0 er 1, svo sem við lesum í jöfnuna, 1 er mínus 1 pluss c og það eina sem kemur til greina er að c 2. Gildir þetta báðar áttir. Og þá segjum við að sértæklausn er sérlausn og þá köllum við hana phi. X er mínus cos x pluss 2. Og svo getum við athuga hvort að þetta passi við þetta gefna skilyrði hér með því stinga aftur 0-inu inn í formúluna, athuga hvort fáum ekki örugglega 1 og við getum sett 0 hér inn og 0 hér inn og út kemur 1 mínus 1 pluss 2 er 1 passar. Og svo þurfum við að geta formengisins. Þannig að þetta er bara formúlan. Til þess að hafa fall þá þurfum við bæði formúlu og formengi og við skulum kalla formengið. Nota bara D til þess eða DOM. D, formengið. Formengi, bara yfirleitt, notum það tákn. Og hér er það, ég get líka kenta við fallið, DFI. Er hérna, já, við verðum að segja það séu rauntölur því þetta á að vera samfellt. Ekki megum að segja x sé
til dæmis náttúrulega tölur eða almennbrot og við þurfum að segja þá eitthvað meira, setja fram frekari skilyrði hér á formenginu, það sem að, x er stækki r. En það þá engin skilyrði. Við megum hreinlega bara segja að formengið er allur rauntalna ásinn. Svona. Við skulum þá rifja upp hvað fólkindeildin er. Því að við erum að skoða almennara verkefni, við erum að finna lausn á deildajöfnu sem er bæði fall af x og y sem er fall af x. Og hvenær kemur svona verkefni upp? Við höfum til dæmis spurt þeirra spurningar í fyrri áföngum. Hér er gefinn hringur. Þannig tekið einingahringur með miðju 0, 0 og gerum okkur mynd á honum. Skulum fá verkefni. Skulum segja að það sé að finna snertilínu. Ég segi snertilínu, frekar en bara snertil, því að snertlar geta líka verið hærri marglur, það er til snertifebúar og svo framvegis. Við ætlum að finna snertilínu við þennan hring í einhverjum punkti. Í punktinum til dæmis hálfur, mínus rótin af 3 deilt með 2. Þannig að þetta er einhvern veginn hugmyndin, hér er hálfur, hér erum við að finna snertilínu, hér er punkturinn hálfur, mínus rótin af 3 með 2. Hver er formúlan fyrir henni? Og það sem við gerðum til þess að finna út úr þessu var að skilgreina almennt vel. Við ætlum að líta hérna á fall sem er háð 2 breytum, x og y, og við ætlum að líta á uppsilon sem er fall af x og svo skilgreindu við x í öðru pluss y í öðru mínus 1 og gefinn punktur, þessi hérna. Við þurfum að tryggja það að hann sé á ferlinum og þá settum við inn f af hálfur, mínus rótin af 3 á móti 2 og reiknum því, það er hálfur í öðru pluss mínus rótin af 3 með 2 í öðru, mínus 1, fáum hér fjórðung, pluss 3 fjórðu, mínus 1 og þetta gefur 0. En það er nákvæmlega það sem þessi hérna jafna þýðir. Ef við færum einn niður á vinstri því það fáum við 0. Þetta þýðir þá að þessi punktur er í alvörunni á ferlinum og við getum reiknað út jöfnu snertilínu og nú er það engin sérstök búnsklingur. Línan er eitthvað uppsilon sem er gefið pluss hallatalan sinnum x mínus x0. Allar þessar tölur eru þá fundnar. Leið og við getum fundið í mert, þar að segja, formúlu fyrir hallatölunni. Gerum það þá og við deildum þá fallið stóra f með tildil x. Það er fall af x og y. Og við göngum úr röðina. Hérna höfum við x í öðru, afleiðið af x í öðru 2x. Og svo deildum við fallið y í öðru með tildil x og við fáum þá 2y. En svo er y, einhver formúla, sem inniheldur x, þannig að við getum aðeins sagt í mert, því við vitum ekki hvað y er. Og svo horfum við hér á hægri hliðina, við skulum hafa 0, því að það gengur allt upp. Hægri hliðin er þá 0. Og svo leysum við þessa hérna síðustu jöfnu fyrir í mert. Og hvað fáum við? Við fáum í mert er mínus x yfir y. Formið er y mert er einhver formúla sem inniheldur x og y. Þannig við sjáum að við getum ekki í þessu tilviki, við getum ekki fundið y með þessari aðferð sem við notuðum síðast, að heilda bara vinstra megin og hægra megin. Sem sagt, þetta hérna er eitthvað sem gengur ekkert upp. Það er í hérna. Hægri hliðin þarf að vera fall af x eingöngu, jú, sem það er, en við vitum ekkert hvað y-ið er.
Þannig að svona stærðfræði gengur ekki. Þess vegna þurfum við einhverja nýja leiðir. Nú skulum við hugsa verkefni frá hinum endanum og láta sem svo að þetta sé gefið. Það er að leysa deildajöfnu. Við vitum alveg hvernig svarið á að verða, þá að verða svona. Annaðhvort eigum við að finna feril eða fall, bara minnumst þess að hringur er ekki fall af því að til er lóðréttlína sem sker hringinn á tveimur stöðum. Þá getum við snúið hugmyndinu við, leysið deildajöfnuna, y merkt jafnt og mínus x yfir y. Við fáum líka einhvern punkt, y í hálfum á að vera mínus rótin af 3 deilt með 2. Nú gleymum við því sem við lært, eða sá hérna rétt að ofan, og við þurfum að finna einhverja leið til þess að finna formúlu fyrir í. Þá notum við okkur æ ofan í æ að í merkt er d/i dx. En þá getum við alltaf skrifað í staðinn fyrir í merkt dx, það er di. Þannig að þegar við horfum á þessa deildajöfnu hérna, þá er hægt að líta svo á að ef við margföldum hér í gegn með dx, þá lítur hún svona út, y merkt dx hérna verður mínus x yfir í dx. Nú getum við heildað beggja vegna þess að y merkt dx er bara di. Við getum ekki haft í hérna megin, en það er ekkert að því að hafa hérna megin. Hér stendur eftir mínus x dx og verkefnið er þá orðið þannig að við höfum vinstri hlið sem inniheldur bara í ásamt örsmæð og hægri hlið inniheldur x ásamt örsmæð með tilliti til x. Og þá getum við í sitt í hvoru lagi heildað beggja vegna jafnaðarmerkisins. Þá fáum við vinstra megin, erum við bara að heilda með tilliti til leppbreytu í og hægra megin erum við bara að heilda með tilliti til leppbreytu x. Vinstra megin fáum við y í öðru yfir 2 plús einhver heildunarfasti, kannski nummer 1 eða nummer í, sem bara 1. Hægra megin fáum við x í öðru yfir 2 plús einhver annar heildunarfasti, kannski C2. Við viljum sjá að þetta er í alvörunni hringurinn. Við viljum fyrst bara fara í gegnum þessi algebru leikfimi og fáum þá y í öðru á móti 2, færum x í öðru yfir x í öðru á móti 2. Þetta er fasti mínus fasti. Hér megum við bara margfalda í gegn með 2 og fáum y í öðru pluss x í öðru er 2 sinnum fasti mínus fasti. Við skulum bara segja, látum þá bara einn fasta koma í staðinn fyrir þessa flækju. Þá sjáum við að við höfum x í öðru pluss y í öðru er jafnt og einhver fasti. Og greinilega er hún jákvæður, af því að við höfum ekki verið raungilda lausn. X í öðru pluss y í öðru getur aldrei verið neikvæð tala. Og til þess að finna fastan, þá vitum við það að punkturinn x0, y0 á að vera á lausnarferlinum. Það er nákvæmlega það sem þetta hérna þýðir. X er hálfur og y er mínus 3, rótin af 3 öðrum. Þetta er líka að skrifa það svona upp. Hálfur, rótin af 3 og 2 mínus. Setjum þessa tölur inn og fáum þá hálfur í öðru pluss mínus rótin af 3 og 2 í öðru. Og það er þetta sem að séð á að vera reiknum. Fáum hérna 1/4 pluss 3 yfir 4 og þetta er 1. Þá er þetta komið. Við sjáum þá að við höfum ákvarðað séð. Það er ekki annað en að setja 1 í staðinn fyrir séð. Og við getum þá sagt svo að jafnan x í öðru pluss y í öðru jafnan 1 uppfyllir
deildarjöfnuna merkt jafnt og mínus x yfir í. Ef við setjum hálfan inn þá kemur út mínus rótin af 3 deilt með 2. Ef það verður beðið að skila ekki heilum felli, heldur bara fallinu, þá verðum við að taka neðri hluta hringsins. Þannig hérna. Hringur jú smíðaður úr 2 föllum. Þessi hérna kannski 1, það rótin af 1 mínus x jöru og kannski 2, það speglun x-ásinn og mínus 1 mínus x jöru. Það var gert, svo krafa var gerð að þessi hérna punktur hálfur koma mínus rótin af 3 móti 2. Hann var að ferðlinum. Ef við eigum að skila falli, ekki endilega ferli, þá væri þetta svarið. Formengið væri, þessu langt og reigur hann, hérna mínus 1, hérna 1, svoleiðis að formengið frá mínus 1 upp í 1, þess að heilt rauntalnabil. Svona, gefa snyrtilegt svar, skulum bara skoða þetta bara vangaveltur og setja þetta hér. Þetta svarið. Sem sagt, við getum haft venjuleg raungild föll, þannig að rauninni svarið hér, mínus 1 mínus x jöru með þessu formengi. Og þegar það komið, þá eigum við að kalla það phi af x, því að þetta sérlausnin, það bara nákvæmari. Fallið með formengi sérlausnin sem liggur í gegnum punktinn hálfur koma rótin af 3 deilt með 2. Þannig að þetta þá lokasvarið. Þetta gefur til kynna tvennt. Nú búum við okkur til gátlista. Í fyrsta lagi, þegar við komum að deildarjöfnu á þessu guðigefna formi, merkt formúlu sem inniheldur x og y, þar sem y fall af x. Þá athugum við, merkt eingöngu fall af x. Ef svo, þá þetta bara venjuleg heildun í sögulegt. Það sem við gerum hérna áðan var að við vorum með fall leit svona út jafnt og mínus x yfir og okkur tókst að leysa þetta af því að hægri hliðin f af x, hún var á þessu formi hér, a af x sinnum b af Það þýðir að það að líta á hægri hliðina sem margfeldi tveggja falla, þar sem annað fallið eingöngu fall af y og hitt eingöngu fall af x. Og ef við skoðum þetta fyrir dæmið okkar hérna ofan, þá þetta bara með einni rútun, mínus x, setjum bara svigasnautanina til þess að sýna þáttinn, sinnum 1 á móti y. Með því að horfa á formið þá a-ið sem bara fall af x og þetta hér b-ið sem bara fall af y. Og alltaf þegar við komum að deildarjöfnu á þessu formi hér, þá athugum við hvort að við getum heildað beint eða getum við í öðru lagi þáttað hægri hliðina eða formúluna sem að hægri hliðin skilgreinir á þetta form hér. Og nú tökum við bara dæmi. Þessi formúla hér, merkt jafnt og sinus af x sinnum cosinus af getum við leyst þetta dæmi. Svarið já, það ekkert erfitt, af því að þetta dæmi
deildajöfnu sem er á listanum okkar, gátlistanum númer 2. Við skulum gefa líka einhvern punkt sem þessi jafna á hlaup í gegnum, segjum bara ef að x-ið er x, y, gefinn punktur sem að ferillinn í gegnum. Hvað er nú fallegt? Og prófa ekki aðrir. Þriðju 2. Pi þriðju og hérna 2. Lausnaferillinn ætla líka í gegnum þennan hérna punkt. Við vitum svo ekki endilega hvernig það fer í gegn. En við getum leyst svona dæmi með nákvæmlega sömu aðferð að við skoðum á það. Allavega, ef kosinus af y er ekki 0, þá megum við deila. Þá fáum við að munum að y lert er d í dx. Og svo er kannski þægilega að hugsa það svona. Að y mert dx er sama á dy. Og það er þess vegna sem við megum skrifa að dy deilt með cos í að það er sinus af x dx. Og nú megið þið nota vélar, þannig ef við munum ekki hvernig á heilda cos í, þá getið þið slegið upp í vél. Við kunnum svo sem tækni að þetta er sekant dí og hérna heildum við sinus. Við sjáum alltaf það fyrir okkur að við getum leyst þetta. Skoðum þá afturverkefnið. Við erum búin að skoða dæmi af þessari gerð hér. Hérna erum við bara að deilda og reyna að sjá að ef fall uppfylli eða uppfylli ekki deildajöfnu. Dæmi 2, þá er að beita fólkinni deildun til þess að smíða okkur afleiðujöfnu. Verkefni sem við að skila. Hér er gefið svona í öðru -4x plus x í, jafnt og fasti. Að sýna að ef við deildum fólki hér í gegn, sem við gerum bara áðan, að það fá okkur deildajöfnu. Og það er nákvæmlega svona deildajöfnu sem við munum síðan hafa sérstakan áhuga á, að því að hún hefur þetta form m, sem er fall af x og y, plus n, sem er fall af x og y, og hér er eitthvað í mert, jafnt og 0. Það er að segja, í þessu dæmi okkar hérna, þá sjáum við að þetta er m-ið, þetta hérna, þetta taka mínusinn með, þetta er n-ið, ekki y mert, og svo setjum við bara plus hérna fyrir framan til þess að sjá þetta. En hér erum við bara að líta á einhvern ferill, að líta á y sem fall af x og deildafólkið og sjá að þessi hérna jafna, afleiðu jafna fæst. Ef á hinn bóginn þessi hérna jafna hefði verið gefin, þessi hérna, þá erum við að fara hérna leiðina. Við erum að leita að þessu svari, það er þetta mikið erfiðara. En það er skipulega lausn á því. Svo er þetta dæmi leyst í fyrirlestrarnótunum. Og þessar hérna formúlur sem við sjáum hér, þessi er ekki erfið, þetta er bara beint. Já, við skoðum gátlistan, fyrst á gátlistanum er y mert er fall af x með 2, y mert, já, hægri hliðina má skipta upp í 2 föll af x-inum b af y. Þannig að þetta er greinilega af gerð 1, númer 1, og þessi er af gerð 2. Og þetta er af gerð 2 og þetta er af gerð 1. Þannig að hér með aðskilnaði breytistærða og hér er þetta bara gamla góða heildunin. Og hér erum við að reyna okkur
er hægt að leysa þessa hérna jöfnu með aðskilnaði breytistærða? Já. Lítum þá á dæmi 4 og fyrirmælin eru notið aðskilnaði breytistærða til að leysa deildarjöfnurnar ef það er hægt. Og byrjum á þessu hérna, y plus x merkt jafnt og 0. Það sem við ætlum að prófa í þessu dæmi er einhvern veginn að skrifa y merkt er fall af x og y, það er beint af augum, en er hægri hliðin f af x, y, er hægt að skrifa hana á þessu formi hér, a sinnum x, það er eitt fall, sinnum b sinnum y, það er annað fall. A er eingöngu fall af x og b er eingöngu fall af y. Og hér er ég búinn að hripa þetta niður. Við skulum byrja svona. Gott og vel. Y plus x merkt er 0. Hér stendur þá, færum bara í á vinstri hlið, þá er við mínus í. Þá höfum við x merkt jafnt og mínus y. Okkur langar að deila. Okkur langar að skrifa áttu þessu formi hér. Y merkt á móti b af y er jafnt og a af x. Og þetta hérna myndi þýða að við höfum aðgreint. Þetta þýðir að sé hægt og hér höfum við aðgreint. En þetta er aðeins hægt ef b af y er ekki 0. Og þetta er ástæðan fyrir því að við þurfum alltaf að kanna þegar við förum frá þessu skrefi yfir í þetta hvort að til séu ykkur í þannig að útkomi 0. Byrjum á þessu og horfum núna hægri hliðina. Ef y er 0, skrifum hérna, það er að segja, þá er það bara fastafallið, þessi lárétta lína y jafnt og 0, öðru nöfn fyrir öll x, það er öðru nöfni x á sin. Ef y er 0 og við deildum 0, þá fáum við 0. Þannig ef þetta er 0, þá er afleiða 0 og 0 sinnum hvað sem vera skal er 0. Svoleiðis að y jafnt og 0 er möguleg lausn. Það geta verið margar lausnir á deildarjöfnum. Y jafnt og 0 er möguleg lausn. Þessi hérna punktur á að standa fyrir það að það er ekki gefið neitt upp að skilyrði. Það er ekki gefið neitt það að lausnarferillinn eigi að líkja í gegnum neitt ákveðin punkt. Þannig að við verðum að gera þetta svona almennt. Fínt er. Þannig að við getum þá deilt ef y er ekki 0. Og hérna skrifum við ef y er 0, þá er hægri hlið deildarjöfnurnar 0, afleiðan er þá 0 og vinstri hliðin er 0. Vinstri hlið er sama hægri hlið, það þýðir að deildarjöfnurnar eru uppfyllt. Það er annar möguleiki, við viljum náttúrulega fá x-ið yfir á hægri hlið. Við þurfum að deila með x á hægri hlið. Það þýðir að x má ekki vera 0. Og ef getur x í einhverjum tilvíkjum verið 0, skoðum bara ef x-ið væri 0 og hér var einhver annar lausnarferill. Þá er hægri hliðin eitthvað sem er ekki 0. Afleiðan er ekkert endilega 0 nema að segja lággildi þarna. Eða akkurat hágildi, þá er afleiðan 0 í 0. Þá er hægri hliðin ekki 0 en x-ið er 0 en það gengur ekki. Svoleiðis að 0 er aðeins lausn á þessari láréttu beinlínu y jafnt og 0. En við reiknum núna b. Ef y er ekki 0 og x er ekki 0, þá mögum við aðgreina eða aðskilja jöfnuna. Þetta var jöfna sem var gefin, reynda var í-ið vinstra með jöfnamerkið og við umritum þá, færum í-ið hér undir, x-ið undir, og vitum við að y merkt er d í dx, þannig að við margföldum í gegn með dx báða megin eða límum það þarna við. Hér er við þá með y merkt dx og það er alltaf di.
Og ef við venjum okkur við það að hafa í-in vinstra megin og x-in hægra megin, þá er di örsmæðin með tilliti til í vinstra megin. Þá lítur þetta svona út. Og nú er þetta ekkert erfitt lengur. Hér heildum við bara vinstra megin og fáum ln af tölugildinum í plús eitthvað fasti. Hérna tökum mínusinn bara út fyrir hildi eða fasta út fyrir hildi og við fáum náttúrulega logran af tölugildinum x plús eitthvað fasti. Þetta er skrifað hér. Hvað höfum við þá? Hvernig finnum við í út úr þessu jöfnu? Við notum logareglur, færum mínus ln tölugildi af x yfir á vinstri hlið og söfnum föstunum saman á hægri hlið og þá höfum við ln af tölugildin í plús ln af tölugildin s er jafnt og eitthvað fasti, hvernig maður bara sé. Og svo notum við bara reglurnar, summa logra er logri af margveldi. Til þess að hafa einhverja möguleika á því ná í, þá skulum við hefja veldi af þannig við fáum í næsta skrefi reynilega bara tölugildið af xi. Og hægra megin stendur í veldinu eitthvað fasti og í hvaða veldi sem vera skal er alltaf jákvæð tala og ekki 0. Þekkjum eiginleika veldisvísi farsins. Og ef við fellum nú tölugildið hér, þá getum við alveg sagt xi er þá plus mínus einhver jákvæð tala. Hún er ekki 0, þannig við köllum bara nýju nafni. Plus mínus segja veldinu sé er bara einhver först rauntala en er ekki 0. Hvað höfum við þá? Þá erum við búin að finna hvað í er. Förum hérðan, deilum í gegn með x. X er ekki 0. Við erum að skoða þetta hérna tilvik. Og hvernig líta þessi ferlar út? Jú, við þekkjum þetta. Þetta með sem að d er 1. Þá fáum við þennan hérna breiðbúa. Ef að d er mínus 1, þá speglum við honum x ásinn. Þá fáum við þennan breiðbúa. Sjá alla hugsanlega mögulega lausnir. Við höfum sem sagt ekki endanlega marga möguleika á því að smíða og lausn. Nú, við erum þá búin að finna fall. Það er almennt lausn, það er ekki niðurnegildur einhver punktur sem sem lausnarfyrirtækinn að fara í gegnum og þá verðum við að segja það svona almennt, nema hvað þetta er ekki 0. Almenna lausnin, við getum kennt formingi við phi, það má líka sleppa því, er þá allar rauntölur nema 0. Við ætlum bara að taka 0 úr þá. Er þetta nú venjan. Svo þegar við skoðum náttúrulegu tölurnar þá er það 0, 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis. Þetta hérna var mikið talninga og það verður í einum tókum 0 úr. En svo munið eftir því hvað gerðist áður en við leyfðum okkur að deila. Þá vorum við að skoða tilvikið, já, y er 0 fyrir öll x. Það er bara x ásinn. Þannig að hér er mögulegu lausnarferli. Og til dæmis hefði verið gefið sem upphafsgildisverkefni að punkturinn segjum 2,0 væri á lausnarferlinum, þá væri svarið lausnarferlin sem er x ásinn. Hemst ekki af. Það eina sem kemur ekki til greina er lausnir á gerðinni þar að segja upphafsgildi á gerðinni þar sem x er 0 og y er eitthvað annað en 0. Við getum aldrei fengið feril í gegnum svoleiðis punkt. Og hérna segi ég bara frá þessu x, y, jafnt og 0,0 er á lausnarferlinum. Hérna, y jafnt og 0 fyrir öll x heitir öðru nafni x ásinn. Þetta er þá svarið sem við þurfum að skrifa upp og þið sjáið að þetta eru svona litlar vangaveltur. Og þetta snýst allt það að gæta því hvað gerist ef deilt er með 0. Ég ætla að prófa svarið mitt. Og þetta er þá jafnan svona almennara formi xi er jafnt og fasti. Uppbyllið það þessi deildajöfni sem er gefin. Xi mert plus y er það 0. Og þá bara deildum við fólkið. Fyrst deilda ég vinstra megin. dtx af xi er fyrst held í í-inu föstu og deilda x mert eða sem þetta dx er 1. Læt í vera, þetta er markvörðunarregla deildunar og svo læt ég x vera og deilda í. Og ég get bara sagt í mert að því þetta er fólkin deildun. Hægri hliðin, það er fasti og afleiða fasta er 0. Þetta passar. Það er alveg sama jafn og að gefa. Svo kemur ljós að alltaf þegar við höfum aðgreinlega deildajöfnur
og getum við leyst þær. Og þess vegna er það ákaflega eftirsóknarverðar. Skoðum B-liðinn. Það er verið að spyrja, er þessi deildajafna aðgreinanleg? Það er að segja, getum við skrifa hægri hliðina á forminu, það er að segja, getum við þáttað sínusinn, þetta má eftir, á forminu AX sinnum BI. Og ég kann einu umrötunarreglu fyrir X, sínus af summu, og sínus af X plus Y er sínus af X sinnum kosinus af Y plus kosinus af X sinnum sínus af Y. Þetta smíðuðu við og var eitthvað tíma. Hvað get ég gert? Til að stilla hérna upp jöfnunni, kos Y, og í staðinn fyrir sínus af summunni þá ætlum ég að skrifa út það sem sama er. Og eftir þrotlausar tilraunir, ég prófa kannski að deila hérna með kosinus í gegnum þessa hérna til þess að hafa ás hér, það er staðlaða formið, það er guðgefna formið eða kanoníska formið eins og stundu kallað. Þá hef ég sin x plus cos x plus tan y, að því að sin y á móti cos y er tangens. Og er einhver sameiginlegur þáttur hér sem ég get tekið út fyrir sviga, og svarið er nei. Þannig að þessi er ekki aðgreinanleg. Í dæmi 7 höfum við síðan enn eina gerðina sem þurfum að bæta við á gátlistan. Við sjáum að formið á þessari jöfnur einhvern veginn svona að við erum með epsilon merkt og svo líka fall þar í framann. Svo erum við með, við getum bara sett eitthvað fall hérna, a af x, það sýnir svo 2x. Og svo erum við eitthvað annað fall þarna, kannski heiti það b af x, hér væri það 2 sínus í öðru x, sinnum epsilon merkt. Nei, bara epsilon, og hægri hliðin er kannski eitthvað c af x. Þetta kunnum við ekki að leysa og í rauninni er mjög erfitt að leysa það á þessu formi. Hér þurfum við að segja, já, að læra það snöggvast. Við getum að leysa þessa jöfnur, ef við stöðlum, ef við megum deila hér allstaðar með a af x. Og skoða hvort við megum það ekki og fá það bara 9 föll. En þá lítur þetta út svona að við höfum epsilon merkt plus eitthvað fall p af x sem epsilon er einhver hægri hlið q af x. Og það er þekkt saga að Daniel Bernoulli talaði við Euler. Þetta hefur kannski verið kringum 1750, kannski aðeins fyrr eftir að Euler var búinn að velta fyrir sér veldisvísufallinu og skrifa bók um það. Að Daniel spyr Euler, sjáðu Euler, ég er með jöfnu sem að lítur svona út, deildajöfnu. Þetta er fyrsta stigs deildajöfna og hér var kannski eitthvað fall en ég er búinn að staðla hana. Nema hvað? Að hér er ég með fyrstu deildajöfnu, hér er ég með samfellt fall, hér er ég með fallið sér að leita að epsilon og hér er eitthvað q sem er líka fall. Og það má alveg hugsa sér að setja inn í eitthvað sem við sjáum betur hvað það er, kannski er þetta svona epsilon merkt plus breiðbáfallið sem epsilon jafnt og eitthvað huggulegt, x í öðru. Ég getur líka sagt að það séu skilyrði, það sé gefin upp að skildi, kannski hér. Þetta sé punktur á ferli fallsins. Þetta sé punktur á
ferli felsins sem kannski mikið eðlilega að skrifa svona að ef y lausnafall og við setjum x0 inn kemur út talan y0 allt á hreintölur. Hvernig á að leysa svona? Og auðvitað margkvæmdaði gegnum þessa hérna jöfnu hér við skulum kalla það H. Við skulum kalla það H af því að þetta fall heitir heildistáttur. Margkvæmdaði gegnum þessa hérna jöfnu gá okkur bara uppskrift. Við skulum þá gefa stjörnu hérna til að leysa deildajöfnu á forminu stjarna þá nú að margkvæmdaði gegn með H af x sem að það má alveg vera fasti hérna, kannski K en þú mátt sleppa honum, sagði Viljir. Máttu þau sleppa honum. Sinnum stofnfallið að P. Mátt vel þessu P hér. Ég ætla bara að skrifa P, dx. Því að ef þú gerir þetta, sagði Daniel, þá dettur lausnin út. Af hverju? Spyr Daniel. Af því að H merkt af x er H af x sinnum P. Af hverju er það gott? Reiknaðu bara. Og þá prófið allt í lagi. H merkt af x svo reiknum við afleiðinu af í veldinu eitthvað fall. Og það er í veldinu eitthvað fall, sinnum innra fallið, samkvæmt keðjureglu. Og þá fáum við aftur bara H af x. Og svo þurfum við að deilda innra fallið. Hérna. En það er þægilegt, það er bara P. Þannig að við fáum P. Og nú leyfum við okkur svona stíkra táknmál. H merkt er jafnt og H P. Svona. Þá fáum við H af x og tökum þessi skref, margvelda það bara við hvert lið. Sinnum y merkt af x pluss H af x, P af x, y, jafnt og H af x, Q af x. Þá hefur við gert það. Hverju er maður nær? Jú, sjáðu nú til. Hann líti á þessa vinstri hlið. Og nú þarf að spyrja, af því að þetta er spurning deildajöfnur, hvaða fall þarf að deilda til þess að fá þessa vinstri hlið? Og Daniel satt sveittur við. Þangað til að hann sá, býtum nú við, ef við skrifum hérna H, sem fall af x, sinnum y, og deildur það með tillit til x. Hvað fáum við? Þannig að við fáum H merkt, y óbreytt, pluss H, sinnum y merkt. Hvað er H merkt? Það er HP. Þetta er að skrifa H y merkt fyrst. Skrifa þetta hérna undan. H y merkt pluss og í staðinn fyrir H merkt að skrifa þá HP. Pluss HP y. H y merkt, HP, y. Það er alveg eins. Svoleiðis að þetta hérna er eins og þetta, þá lítur þetta eins og þetta.
þá ertu komið. Skrifum bara hægri hliðin út H, Q. Hvað hefur við skrifað? Við höfum hérna að H, Y, mert HQ. Og hvernig voru deildu öfnur okkar? Við höfum, kannski notum ekki Y núna til þess að sjá þetta betur, við köllum það bara setu, sem bara hérna allt saman seta, af því við erum að horfa á form. Þá höfum við, ef að seta mert fall af x, þá seta stoppfall f af x og skulum bara g af x pluss eitthvað fasti. Þannig að við getum leyst þessu jöfnu beint. Og þá fæst að HI stoppfallið af HQ pluss einhver fasti. Hvað þetta H? Hvað það? Það sinnum stoppfall fallsins sem stendur við í. En fallið hefur ákveðlega þægilega eiginleika að með einhverja breytu f af x aldrei 0. Svoleiðis að þetta h-fall hér aldrei 0. Þá megum við deila. Þá er komið formúlu y 1 á móti h, heildi h, q, reiknum þetta sérstaklega og svo bætum við alltaf fasta við. Þar með þetta nú eiginlega komið. Og þess að sjá hvernig þetta gengur fyrir sig. Og skulum aftur líta á þetta hérna dæmi. Svona. Leysum það þá. Og með samanburði sjáum við að þetta hér p og þetta hérna q-ið. Og við skulum panta einhvern punkt. Við skulum biðja að x-ið sé kannski 2 og y-ið sé 3. Svona. Og þá getum við smíða dæmi. Finnið bara lausn á upphafsgildisverkefninu, þar að segja það gefinn einhver punktur sem ferillinn, lausnarferillinn á að ganga í gegnum. Finnið lausn á upphafsgildisverkefninu, það mætti þá líka orða þannig, finnið sérlausnina sem liggur í gegnum ákveðinn punkt. Sem að gefin við formúlunni y mert pluss 1 á móti x y jafnt og x í öðru og y af 2 á að vera 3. Það að segja lausnarferillinn á alltaf að liggja í gegnum punktum 2,3. 1, 2, 1, 2, 3. Hérna. Lausnarferillinn á að liggja þarna í gegn. Nú þurfum við strax að athuga tvennt. Hvað má x ekki vera? X má ekki vera 0. Þannig að lausnarferillinn getur aldrei skorið í ásinn. Allt í lagi, x ekki 0. Hvorum megin liggur hann þá? Hérna megin eða hérna megin? Og samkvæmt smíð hann hægra megin við í ásinn. Sem sagt, þá vitum við strax að mögulegt formingi það verður náttúrulega að vera rauntölur, að því þetta samfellsett sem við skoða, en aðeins þær sem að liggja hægra megin við 0. Svona bara geyma þetta aðeins. Þetta eitthvað sem við lesum strax. Og jöfnum. Hvað sér Euler? Fyrsta sem við að gera
Það er að ákvarða, formið. Hér höfum við deildajöfnu á þessu formi. Epsilon merkt plus P epsilon jafnt og Q. Það sem P-ið er 1 á móti X og Q-ið er X í öðru. Heildunarþátturinn, H. Við kalla hann H, ekki R. Heildunarþátturinn er E eða exp, ef við setjum þetta í MATLAB, exp af stofnfallinu af 1 á móti X, heilda með til X. Og auðvitað mætti reikna þetta svona, að þetta er E í veldinu ln af tölugildinu af X plus eitthvað fasti, sem að myndi þýða það að, kannski þetta sjá það svona, E í veldinu ln af tölugildinu X plus eitthvað fasti, og svo notum við veldisvísireglur, veldareglur bara, E í veldinu C, sinum E í veldinu ln af tölugildinu X, en það kemur í ljós að við megum velja þennan fasta hérna að vild. Þannig við tökum alltaf bara eitthvert stofnfall fyrir P. Fallið sem stendur við I. I er fallið sem við erum að leita að. Hérna. Þetta er fallið, stuðla fallið sem stendur við I. Og Röli sagði, þetta er bara eiginlegt, svona. Og við mættum að kanna betra hverju, en við ætlum að leyfa okkur að fara í gegnum þetta eins og uppskrift. Og setjum okkur í spor Daniels. Og Daniel var sko engin aukvisi, þó hann ekki smá vandræði með þetta í byrjun. Því að eftir honum eru kennt vökvalögumál. Við búum til blasið. Svona. Og svona. Hingað þarna, lengra. Svona. Hvað var ég? Það er dæmið. Jæja. Stúfið út. Jæja, hvað vorum við með? Við vorum með epsilon merkt plus 1 á móti X, epsilon jafnt og X í öðru, og svo vorum við búin að velja okkur það að ferillinn ætti að liggja í gegnum punktinn 2, X-ásinn, Y-ásinn, 3, fyrsturinn, 2,3, ferillinn á að koma hér í gegn. Við vorum búin að sjá út af þessu skilyrði hér að Y-ásinn kemur ekki til greina, þannig að lausnin liggur alveg hægra megin eða vinstra megin við Y-ásinn, og út frá smíð er lausnarferillinn hér. Og við fylgjum skrefunum sem að við gaf og skilgreinum H sem heildunarþátt eða heildistaf, og það á að vera E í veldinu, stofnfallið af 1 á móti X, tölugildið af X. Og við sjáum að tölugildið af X, við megum bara skrifa það sem X og við megum bara fella tölugildið því X er stærri nú. Það liggur hérna megin við. Og þá er þetta þægilegt, þetta verður E í veldinu ln af X sem er bara
x. Og hvað ber að gera? 2. Nei, ekki 2. Við möttum margfalda í gegn. Það er liður því sem hann sagði okkur að gera. Það margföldum við með x. Hérna og hérna. Og við margfalda með heildunarþættinum í gegnum jöfnuna. Og þá fáum við x merkt plus x á móti x jafnt og x sinnum x í öðru eða bara x merkt plus jafnt og x í þriðja. Af hverju er þetta betra? Jú, vegna þess að, nú erum við að týna því, vegna þess að það sem er hérna vinstra megin, við erum búin að margfalda í gegn með heildunarþætti og hann margfaldaðist í merkt sem var fyrir og hérna fengum við P og við erum bara margfalda í gegn með H og svo var hérna bara venjulegt y og hérna hægra megin voru búin að margfalda líka með heildunarþættinum og hérna var Q. Kannski betra að sjá þetta í víxl á H-inu og P-inu. Sem sagt við bara margföldum með H alltaf liði. En þetta hérna, samkvæmt smíð, er H merkt. Það var það sem Öllis sá. Ég vil þetta lítið svona út. Þess að ég vil finna eitthvað fall H sem er þannig að H merkt verði HP. Hvað verður þetta eiginlega að vera? Þetta er náttúrulega aðgreinilega deildarjafna, það sem við vorum með hérna áðan og undan. Þannig að ef við segjum að H merkt, það megi gera svona með Newtons ítætti yfir í Leibnizskan rithátt dH dx og svo margföldum við í gegn með dx, þess að H merkt dx er þá dH. Hvað höfum við þá? Nefnilega stendur hérna að dH er H P dx. Og svo getum við aðgreint breytistærðir. dH yfir H er þá eins og P dx. Vinstri hliðina getum við heildar með tillit til H og þá fáum við ln af tölugildinu á H. Og hægri hliðina og plusfasti. Og hægri hliðina getum við líka heildað og fáum þá, P er þannig við verðum að skrifa formúlu dx plusfasti. Og saman tökum við fastan hér á hægri hlið og svo hefum við veldi af E og fáum tölugildinu á H er E í veldinu og svo fasti. Það er að segja eitthvað risastórt C sem er fasti í E-veldinu C í veldinu P dx. Þannig hann hefur hugsað þetta út og við sjáum að ef að C, ef við megum velja C sem hvað sem er og segi bara C, þá er náttúrulega H þetta er neikvætt. Svo þess að við getum skrifað þetta svona. Við mættum að rökstyðja þetta betur. En þannig að það var einhvern veginn komið með aðgreinanlegum breytistærðum af hverju H heildinu þáttunum varð að vera svona. Fínt er, en allavega sjáum við að alltaf þegar við erum komin á þennan stað hérna,
það finnst að þetta er H-merkt, að þá er þetta H, það sama, upsilon. Afleiða, eins og ég gert það máli. Þetta er það sama. Og hver var heildunarþátturinn hérna í þessu dæmi okkar? Setjum bara svona lítið jafnamerki sem minnum okkur á. Og heildunarþátturinn var X. Við erum að leita í. Og við heildum því. Ég hef ekki gert neitt annað heldur en að umrita þessa hérna jöfnu vinstri hliðina á næsta form. Og það er svo sem auðvitað að sannfærast að þetta sé rétt. Sérlega í þessu tilviki. Það prófa hérna fyrir neðan. X, upsilon, merkt er deilda X með til X og fæ 1 í óbreytt. Læt X vera og deilda í. Ég veit ekki hvað það er, þannig að þetta er fólkindeildin. Og ef ég viksta nú liðum, þá er þessi eins og þessi og þetta er 1 í og það er hér. Fínt. Svona. Og nú getum við heildað beint form X. Heildum X, upsilon. Við erum búin að heilda vinstri hliðina, þá þurfum við að heilda hægri hliðina. Verður X í fjórða á móti 4 pluss heildunarfasti. Og við vorum búin að sjá að X má ekki vera 0, X er stærri en 0, þannig að þetta er ekkert mál. Við segjum bara upsilon, deilum í gegn með X aðstæðar. Fáum þá X í þriðja, sem sagt X í fjórða deilt með X í þriðja á móti 4. Og svo þurfum við að muna eftir því að deila með X hér. Þetta er fallegur litur. Svona. Þetta hérna er almenn lausn. Hún heitir almenn lausn af því að séð er óákvarðað ennþá. Svona. En hvernig finnum við séðið? Hérna, upsilonið á að vera 3 og X-ið á að vera 2. Þá setjum við það inn. Finnum séð. Upsilonið átti að vera 3. Þetta á að vera X í þriðja á móti 4 pluss C og X átti að vera 2. Setjum við 2. Það sé átti að vera 2. Stingum inn í þessa jöfnu hérna. Og hvað höfum við þá? Þristur er 2 í þriðja er 8 deilt með 4 pluss C deilt með 2. 8 móti 4 með 2. Færum þá, tökum þá 2 af 3 og fáum 1. Svoleiðis að helmingurinn af C er 1. Nú, það þýðir að C er 2. Þá getum við nota þessa hérna jöfnu sem við kallum almenn lausn. Þessi C er óþekkt og fengið sérlausn. Svoleiðis að og leið og við höfum fengið sérlausn, þá skulum við kalla það phi. Phi af X er þá, þessi lausnarferillinn, X í þriðja móti 4 pluss 2 yfir X. Og þetta er bara formúla. Okkur vantar formhengið og þó. Við getum bara að skrifa líka X er stærri en 0. Það er kannski ekki alveg hátilegt að segja að formingi phi er allar rauntölur þannig að, já, það sé ekki neikvægt. Og svo þegar maður er að skoða þetta, þá þurfum við að athuga hvort við höfum í alvörunni reiknað rétt og sérlega ættum við að deilda fallið og athuga hvort að við fáum upprunalega formúluna, uppfyllir þessa formúlu. Þá kemur phi hér í staðinn fyrir í og ef við setjum 2 inn í fallið kemur út 3. Við verðum að athuga. Við setjum 2 inn í fallið bara. Það finnst að skrifa svarið. Phi af X sem við gefum í formúlunni X í þriðja móti 4 pluss 2 móti X fyrir öll X stærri 0.
fullir þetta, er lausn á upphafsgildisverkefninu. Það þýðir það lausn á deildajöfnunni sem krefst þess að lausnarferillinn fari í gegnum gefinn punkt. Svona, og svo verð ég að athuga, prófa, prófa. Státtu þetta ætti að deilda fí og stilla upp deildajöfnunni aftur aðeins og gerum þetta með 1. En ég ætla að athuga hvort ég fái gjörglega 3 í stingin 2. Fí af 2 er 2 í 3 á móti 4 pluss 2 á móti 2. Þetta er 8 deilt með 4 pluss 1 sem er 2 pluss 1 sem er 3. Og við getum aðeins velt fyrir okkur fallinu. Þetta eru bara svona epilókus. Velta fyrir okkur hvernig það lítur út. Það er 1 og 2. 1, 2, 3. Þetta er punkturinn 2,3. Og hvernig lítur þetta út? Þetta er 3. stigs margliða. Hérna og nálægt 0. Þá er þetta hverfandi. Ef við hugsum til dæmis okkur er x í örlítið stærra 0, sem er kannski 10 í vendinu mínus 10, þá er þetta bara 0. Og þetta hérna er 2 á móti 10 tíundar sem er kannski 2 sinnum 10 tíundar. Sem er allt svakalega stórt. Þannig að lausnin kemur hérna. Fer gegnum þennan punkt. Og svo gerist eitthvað sem við þurfum að rannsaka. Eða bara teikna upp í MATLAB. Við sjáum síðan þegar x-ið verður stórt, sem kannski 1000, þá hverfur þessi. Jæja, 2 móti 1000 er 500, þannig að það verður lítið framlag frá þessum lið. En þessi hérna verður 1000 sinnum 1000 sinnum 1000. Þetta verður fjórðungur úr milljarði. Þannig að hann þvælist aftur upp. Nú segja þetta gott í bili og þessi dæmi sem við höfum að skoða eru þá öll einhvern veginn af þessari gerð hér. Fyrstu uppsölunni átt á f af x. 2. Uppsölunumert er hægt að þátta hægri hliðina formúluna þannig að það sé bara x í öðrum þættinu bara í hinni þættinu. 3. Uppsölunumert pluss p uppsölun jafnt og q mælir. Og næst skoðum við gott að vera númer 5 eða 6, þá þurfum við að skoða svona deildajöfnur x, y pluss n er þannig fall sem er fall af x, y mert jafnt og 0. En þetta sáum við aftur og aftur í fólkinni deildun. Það er ekki, við tókum x í öðru pluss y í öðru jafnt og 1. Færðum á sér yfir og skuðum þessum x í öðru pluss y í öðru mínus 1 jafnt og 0. Deildum við fólkið og fengum þá 2x pluss 2y og y mert jafnt og 0. Og svo getum við deilt með 2 í gegnum jöfnuna. Í þessu dæmi hérna væri þetta eins og eitthvað m. Y er eins og eitthvað n. Og við fáum svo leiði til þess að ákvarða hvað y er með því að skoða m og n. En segja þetta gott í bili.